að við förum að skoða, bara mjög létt yfirferð hérna yfir. Þetta byrjaði allt saman. Heroku sem sagt fyrirtæki sem býður upp á svona Platform as a Service eða PaaS. Það ólíkt, kannski hafið þið heyrt SaaS sem Software as a Service, sem þá meira að veita ykkur aðgang að einhverjum ákveðnum kerfum, til dæmis eins og Word Online, þar sem þið þurfum ekki að setja neitt upp, þið fá þetta bara svona sem, nei, ég nú örugglega, það annað, svona þið fáið svona aðgang að einhverjum þjónustum í gegnum, þið þurfum ekki að setja upp sjálf, þið fáið þetta bara svona með einhverja þjónustu sem þið bara neytið og getið nýtt, þið þurfum ekki að fara í það að setja eitthvað upp, eitthvað sérstaklega. Þannig að Platform as a Service það þannig að þið fáið bara eitthvað svona, einhvern stað í skýinu til þess að keyra kóðan okkar og við þurfum ekki að setja um einhverja vélar, við þurfum ekki að setja upp Linux og installa þessu og hinu og uppfæra það og SSH okkur inn og deploya einhverjum kóða með svoleiðis, heldur bara erum við eitthvað með kóðan okkar og svo keyrum við hann bara einhvern veginn upp í skýið og þar bara húkast hann upp við allt saman sem það þarf og bara keyrir. Og til þess að geta gert þetta, þá eru prinsip hérna sem the 12-factor app, sem 12 reglur sem á að hafa í huga þegar maður að setja upp svona, skrifa hugbúnað sem hægt að setja upp sem þjónustu. Og þetta eru allt saman mjög góð reglur til að skoða og hafa í huga þegar maður en við þurfum sérstaklega að hugsa það að við þurfum að taka þetta stillingar úr kóðum okkar og taka þetta úr kóðum inn í umhverfið, þannig að við getum breytt þeim. Svo kannski munið á mánudaginn, þá var ég með Postgres og var með tengistrenginn inn í grunninn, sett inn eitthvað sem einhvern svona database, uppercase, wanna be constant. Það núna að færa það út úr kóðunum og inn í umhverfið til þess að geta sér í miðað við hvar við erum að keyra þetta. Þannig að ef við erum að keyra þetta lokal í okkar vél, þá viljum við geta haft þetta á lokal grunninum okkar. Ef við séum færum þetta til Heroku eða einhvern annan stað, þá viljum við bara geta breytt stillingu í umhverfinu. Og þá getum við notað svona environment breytur eða library eins og .env sem ég nota. Þá það svona ekkert vandamáli í Windows og Linux og svona. En þetta svona hlaða þessum umhverfisbreytum úr einhverju svona env-skrá fyrir Node.js. Og tökum bara dæmi þá eftir. En hérna á 12factor.net þá eru þessar reglur og við förum hratt í gegnum það. Fyrsta að við viljum vera með codebase-ið okkar, sem sagt bara kóðan okkar, við viljum hafa hann í einhverju revision control. Við viljum vera að keyra hann í Subversion eða yfirleitt Git notað og við viljum síðan deploya honum þaðan. Þannig að við erum með allt á einum stað, við vinnum það, við setjum það þangað og við deployum þaðan. Þannig að þið vinnið eitthvað á vélum ykkar og svo klárið eitthvað og þið ítið í á einhvern svona central stað og þaðan það síðan tekið og sett upp á einhverju umhverfi. Svo erum við með dependency-in okkar explicitly declared and isolated og það það sem við gerum því að nota ensamlega þennan pakka í þessu umhverfi. Við erum að nota Postgres driverina PG og það nákvæmlega þessi útgáfa sem við erum með. Og svo erum við nákvæmlega að segja bara með því að require þá fáum við nákvæmlega þessi útgáfu. Þannig að það hægt að setja upp alla dependency-in okkar. Það bara alveg klárt mál hvað við erum að keyra. Svo þetta að keyra og geima config-ið í environmentinu. Svo kannski annað eins og til dæmis port binding, að við erum með export services via port binding og það þýðir það til dæmis að við erum að keyra þessar þjónustur sem við Heroku og keyrir þetta bara einhverju porti og við þurfum að skilgreina í umhverfinu að við tökum við portinu frá umhverfinu. Þannig að þetta verður allt, þetta verður ljósara þegar við þurfum að taka dæmi þetta. En síðan eru svona fleiri hlutir sem ég ætla að fara sérstaklega yfir, en ef þið farið að vinna við svona hluti, þá
svona, þú veist, að eins og þetta dev prod parity, að vera með development, við erum að forrita eitthvað, við erum að þróa eitthvað og við gerum það vélum okkar og við erum alveg örugg á því að við sem ekki fara að rugla í henni, við erum ekki að fara að skemma neitt svo lengi sem við erum bara okkar vélum með okkar umhverfi. Síðan erum við búin að gera eitthvað, þá getum við fært yfir eitthvað svona staging umhverfi og þar erum við ennþá í örugg umhverfi. Þar getum við ennþá prófa hlutin okkar, gert mistök og svo lengi sem þetta er einsleitt og hægt þetta er eins mikið eins, þá þú veist, ekkert að fara að koma okkur á óvart þegar við farum okkur á milli umhverfa. Ef allir með staging er alltaf afrit bara production frá því daginn áður, þá bara getum við séð allt með öllum réttu gögnunum og allt lítur vel út. Og svo færum við þetta bara yfir production og þá er þetta ekkert mál. En það er fátt verra en að vera í einhverju svona blindni að gera breytingar og vonast til þess að virki, koma síðan að það virki ekki og gera eitthvað óskunda. Þannig að þetta er alltaf mjög skemmtilegt. En ok, þá ætlum ég bara að taka dæmi, af því að það er langbest að skilja þetta í gegnum það og ég ætla bara að halda áfram með það sem við vorum að gera á föstudaginn. Og nú er ég búinn að taka það og breyta það aðeins. Þannig að ég er búinn að gera þetta tilbúið og ég ætla bara að labba í gegnum það hvað það nákvæmlega er og svo setja þetta upp á Heroku. Þannig að í fyrsta lagi erum við hérna með það sem við erum að fara að keyra og hérna gerir ég breytingu í þessu waff-skjali sem er hérna undir bin. Ef við keyrum þetta út frá hérna Express Generator, þá er þetta hérna það sem er að fara að keyra dotið okkar. Og hér, eins snemma og við getum, þá köllum við þetta .env.load, þetta er í hvað er .env libraryð, og köllum í load. Þetta gerir hlaða þessum breytum inn í environmentið. Þannig að við getum nálgast þær úr environmentinu með því að nota process.env. Process er eins og window hérna í Node.js og .env er bara umhverfið og þetta er bara object og hérna getum við fundið þá portið. Þannig að með því að setja upp þessa env-skrá hér, skilgreina hérna eitthvað portnúmer, loada þessu hérna, það væri líka hægt að keyra þetta upp eins og hérna setja env jafnt og, eða þú veist, breytunafn jafnt og eitthvað áður en við keyrum hlutinu. Það er bara svona, það er flóknara en það virkar líka ef þið viljið gera það þannig. En með því að gera þetta, þá erum við með þennan hérna og ef að þetta er skilgreint, þá tökum við portið úr environmentinu, annars notum við hérna port 3000. Þannig að þá get ég, ef að ég hoppa hérna í þetta og fer, sjá, þá er ég hérna með þetta og ég er með, ef ég skoði hérna allt, þá er hérna þessi env-skrá hér, stöðum við aðeins. Og núna, ef að ég keyri þetta upp, og nú ætla ég ekki að nota gulp til þess að keyra þetta upp, heldur ég ætla að nota hérna npm start, svo komum við að því. Og þá keyrist þetta og við sjáum hérna að við förum á port 1337 og svo lökkum við á þessu, förum hérna í environmentið, segjum port 2000. Þá er þetta að keyra á þessu porti. Þannig að til þess að geta breytt því á hvaða porti þjónustan okkar er að keyra og svarar, þá þurfum við bara að breyta þessari breytu í umhverfinu. Og hérna erum við að segja að þetta er eitthvað development umhverfi, þannig að þá gæti ég til dæmis, ég er að nota hérna, ef ég er að nota eitthvað logging eða ég er að gera eitthvað ákveðið, ég vil ekki minifæja dótið, ég vil ekki keyra einhverjar ákveðnar skipanir í gulp til dæmis, að meðan ég er í development, bara þess að þessu auðveldara fyrir mig að debugga, þá getum við hort á þetta environment og þetta node-env, þessa node-env breytu. Og það eru mörg library sem gera það, þannig að þá fáum við einhverjar auknar upplýsingar á meðan við erum að þróa. Svo færum við þetta eitthvað yfir, þá breytist environmentið yfir í production til dæmis, þegar við bara að keyra þetta í raun og veru og þá er slökkt á einhverju ákveðnum virkni. En
síðan þegar við förum að setja upp á Heroku þá þurfum við að gefa svona proc-file og proc-file er í raun bara að segja til hvernig eitthvað hérna, einhver vef dyno sem við munum skoða eins og eftir, sem er það sem keyrir forritið okkar, hvernig hann startar sér. Þannig hann startar sér hérna með því að keyra npm start sem síðan keyrir þá npm start skrifti hér sem er að keyra node bin vaff. Þannig að þetta segir þá í raun hvernig á að starta þessu dóti. Það er bara með því að keyra þessa skipun. Það keyrir þetta, það loadar environmenti og það startar serverinn, setur hann á rétt port og keyrir appið okkar. Síðan þær breytingar sem að ég gerði líka í raun, það er ekkert spennandi hérna í þessu authentication dóti sem við skoðum á seinasta föstudag, þá er ég raun búin að taka út þessa users, þá er ég búin að taka út þessa hardcóduðu notendur sem voru bara í einhverjum object og ég er búin að setja í staðinn sem sagt tengingu við gagnagrunn. Og gagnagrunnurinn er þá bara eiginlega alveg eins og við vorum að gera á mánudaginn, nema ég er bara búin að breyta því þannig að núna er ég að gera eitthvað insert into users hérna og svo er ég að gera select from users til þess að sækja einhvern ákveðin notanda og til þess að sækja alla notendur þá keyri ég hérna bara select username from users og hérna er til dæmis að setja eitthvað limit sem ætti nú kannski ekki að vera 2, kannski meira eins og 20, þannig ég er bara að fara að velja einhverja 20 notendur. Af því að við viljum takmarka þetta, af því að ef þið eru með 1000 notendur, þá vil ég ekki sækja alla 1000 notendur og vera eiga við það einu. Þá fyrir það að fara að útfæra svona paging, sem er það einhver leið til þess að skoða svona síður. Já. Það er sem að skoða næsta verkefni. Já. Þú talar að við þurfum að hasja leikilóðum og það. Já. Viltu það hasja bara eða hasja með salti? Hvort við erum að hassa lykilorðin eða hassa þið með salti. Hérna er ég búin að útfæra þetta bara eins og þetta demo frá Express sem er með einhverju svona einföldu hassing-dótið þarna og er að nota það. Þannig að hérna er ég í raun þegar þú býrð til notanda sem er hérna create user, þá erum við að kalla í þetta hass með lykilorðin sem notandinn gefur og við fáum síðan salt og hassið sem við síðan notum hérna create user with hash and salt og það er síðan að inserta inn í gagnagrunninn. Þannig að ef við síðan kíkjum á gagnagrunninn og þá ætlum ég bara að kíkja hérna á gagnagrunninn sem ég er að keyra bara á minni vél og þetta er vitlaus gagnagrunnur. Ég er að keyra þennan hérna. Þannig að þá bjó ég bara til töfluna nákvæmlega eins og við vorum að gera á mánudaginn og hún er þá hérna ID er serial, þannig að við erum svo sem ekki að nota í kóða en bara setja þarna inn. Við erum með username og salt og hash sem er þá nógu stórt til þess að taka við þeim gildum sem koma þar út. Svo erum við með date, bara hvenær notandinn var búinn til. Svo erum við með primary key á ID og svo erum við með unique constraint á username. Þannig að hérna erum við ekki að fara að útfæra það sjálf og vera að athuga hvort að notandanafn sé til. Við bara treystum á relational gagnagrunnin. Ef einhver reynir að inserta duplicate, þá fáum við bara villu frá gagnagrunnin, sem er miklu fyrir okkar tilvik að þessu er það alveg nóg. Þó maður vildi hugsanlega vera með eitthvað meira fínt, en við látum það nægja okkur. Þannig ef við skoðum síðan, ef við skoðum inn í töfluna, ég hef búin að búa til einhverja notendur, þannig að þá er hérna einhver username, einhver date, hvernig við vorum búin til, og salt og hash. Þannig að þá sjáum við hérna ef að einhver myndi ná að komast yfir gagnagrunninn okkar, þá væri hann í raun bara með einhver notandanöfn og síðan eitthvað skraml hér sem er ekki lykilorðið bara í plaintext. Þannig að það er svona, þó að sé hægt að brjóta þetta tilbaka, bara gefið tíma og þolinmæði, þá er það langt erfiðara en bara að lesa eitthvað plaintext gildi. Þannig að aftur, gefum aldrei lykilorð í plaintext. Og þurfum síðan sérstaklega líka passa okkur ef við erum að logga eitthvað út, að gefum ekki password í plaintext í loggunum okkar. En ok, þannig núna erum við komið með þessa users töflu hérna og
ef við myndum síðan vilja gera einhver fleiri gögn, eða þú veist, geyma einhver fleiri gögn, þá getum við bara búið til þá töflu og við getum síðan bara venslað hana saman. Við getum sett foreign key constraint og við getum gert alls konar, en þú veist, þið þurfið ekkert að setja foreign key til dæmis ef við erum hann í verkefni 6, þið getur bara vistað eitthvað user ID sem er bara í einhverju annarri töflu, það þarf ekki að vera fullkomið, þetta er bara til að ná konseptinu og síðan tengt það saman bara á svipaðan hátt og við erum að gera hérna og þá er það þannig að þessar færslur þær verða aðgengilegar hér á þessu database-urli sem er þá þessi gagnagrunnur sem ég er búinn að búa til hjá mér. Og síðan svona kannski tengt líka þessum promises sem við vorum að tala að þó sem ég sé nú ekki með beint dæmi hérna, en þá eru þau svolítið að leysa það sem við lendum í hérna að núna ætlum við að vera með eitthvað rát hér sem býr til notanda. Þannig að ég bætti við hérna create ráti og ef við skoðum hvernig það lítur út, þá er það hérna alls create. Þannig að þá fáum við upp eitthvað form hérna, eitthvað create form sem er bara að rendera einhverja síðu sem er eitthvað create og hún er bara eins og við vorum að gera í seinasta verkefni, að við erum bara að taka við einhverjum gögnum og við ætlum bara að pípa þeim tilbaka inn í hérna post-rátið okkar, gera eitthvað við þau og síðan bregðast við því. Þannig að núna postum við hérna og þá erum við að fara að taka hérna username og password út úr forminu sem er búið að slá inn og svo köllum við í þetta users create user fall og þá verður til svona keðja sem við þurfum að fylgja eftir og hún verður callback sem kallar callback sem kallar callback. Þannig að því að create user fallið okkar er að fara að kalla í hashing-dótið sem er non-trivial keyrslutími á, þannig að við þurfum að vera með callback og er að fara að insert inn í gagnagrunn sem er líka non-trivial, tekur non-trivial tíma og síðan þurfum við að fara að fá þetta allt tilbaka. Þannig að þá þurfum við að kalla hérna í users create user með username og password og svo þurfum við að setja callback sem við verðum að kalla í þegar þetta er búið. Og þá ætlum við að athugja hvort það sé einhver villa og ef það er einhver villa þá ætlum við að bregðast við henni bara með því að segja einhver breyta hérna success jafnt og false eða true. Við myndum náttúrulega vilja segja eitthvað meira eins og til dæmis hvað gerist ef við erum bara með tóma notendanafni eða tóma lykilorðið og svo framvegis. Og svo köllum við hérna í res render í create með því að við höfum verið að posta einhverju og því hvort þetta hafi gengið eða ekki. Þannig að þá tökum við því hérna, ef það er búið að posta þessu formi, þá viljum við athuga hvort að það hafi ekki gengið upp og segja þá að það hafi ekki gengið upp, eða að segja að notandinn hafi verið búinn til. Þannig að þá keyrum við þessa línu og svo klárar bara þetta rát. Það bara fer hérna út. Þannig að við erum ekki að fara að segja hérna eitthvað res render í lokin, af því það mun þá keyra og vanta öll gögnin sem við fáum úr öllu þessu ferli sem að býr til notandan og innsýsturum í gagnagrunnin og gerir það allt. Þannig að ef við myndum skera bara eitthvað hér og gera ráð fyrir því að þessi gögn myndi bara vera til staðar eins og þetta væri bara eitthvað procedural, bara keyrt bara skipun fyrir skipun, það mun ekki virka þannig. Þannig að við munum þá lenda í því að vera bara með einhverja undefined breytur. Þannig að þess vegna þurfum við að setja þetta hérna inn í þetta callback og þetta er callback heldur í response hlutin hérna og mun síðan rendera responseið þegar það er búið að gera hlutið. Þannig að það er hérna. Þannig að við erum með callback hér og þetta callback það fer hérna í create user hérna hér. Þannig að það tekur hérna við username, password og callback. Það kallar ég þetta hash sem tekur við callbacki, þannig að þá þurfum við aftur að setja þetta inn í annan hlut og senda callbacki áfram. Það tekur við þessu þá fáum við út salt og hash og við eigum ennþá username því að þetta er bara scoping-reglunar í JavaScript, þannig að við eigum það hérna og þá köllum við aftur í eitthvað create user with hash and salt og tökum callbacki okkar sem við smíðum hér og hendum því enn áfram, hendum því inn í eitthvað hérna fall
Þetta fall, það opnar tengingu við gagnagrunninn og það síðan tekur hennar client sem það fær eftir að búið að fá einhvern client úr tengingunni. Það keyrir insertið og það síðan ef það einhver villa, þá kallar það hérna í callbacki með villunni, annars kallar það bara með true. Þá bara gekk þetta upp og við skilum true inn í callbackið. True inn í callbackið þá hérna status og þá bara success if ef það villa eða að statusin ekki true, þá segjum við að success sé false, annars það true. Þannig þetta erum við búin að hoppa fjóru sinnum og í raun það ekki fyrir seinasta kalli klárast sem að það síðan við rekjum okkur tilbaka og það renderað út eitthvað til notandans. Þannig þá fáum við hérna, ef ég gerir núna bara eitthvað í til notanda og gerir svona og nú þessi notandi til, prófa ég að gera hann aftur og þá kemur einhver villa við útbúið notanda og þá engin villimeðhöndlun en við erum ekki einu svona loggað út hérna þó við ætlum að gera það og við skoðum hvað gerist og restartum þessu og gerum svona aftur. Þá fáum við hérna bara villu frá þessum Postgres client og hann bara að láta okkur vita það að gagnagrunninn neitaði að insert þessu af því það myndi violate a unique constraint á users username key og þá sjáum við bara hérna nákvæmlega hvaðan þessi villa kemur. Og þetta eitthvað sem við myndum vilja logga til þess að við gætum séð ef við fáum síðan símtali hérna einhver notandi hjá okkur, hann reyndi að búa til notandi í kerfinu okkar og allt var í skralli og þá gætum við séð hvað gerðist þó svo notandinn fái bara eitthvað svona einfalt, bara eitthvað ég gæti ekki búið til notanda. Og þá það aftur eina af þessum hérna 12 faktor hérna að create logs as event streams þannig að eins og í Heroku þá ef við gerum bara eitthvað console log þá það að fara að skrifast út í standard out og standard out í raun strengt síðan bara allt sem fer í standard out það bara eitthvað sem fer inn í einhvern log og svo þurfum við að ákveða hvað við ætlum að gera við það. Það svona kannski smá útfyrir. En þannig að hérna engin villimeðhöndlun nema að því leyti að annaðhvort klikkar allt eða ekki. En ok, þá erum við búin að setja upp þessa notendur okkar með eitthvað sem persistar þeim og núna get ég farið og logga mig inn sem þessi notandi sem við byggum til. Svo hérna væri það fínt að hafa eitthvað svona hlett til að logga sig inn eða logga mann inn leið maður búin að búa til notandan. Og hérna eitthvað smá klikk hjá mér með að birta nafnið. En síðan erum við núna að birta í raun alla notendur í kerfinu. Þetta passar þá við það ef við skoðum hérna. Þannig að við erum bara að selekta þessi gögn og birta þau með því að gera hérna niðri bara list users og það gerir bara select username from users og þá fáum við bara þetta. Við fáum tilbaka hérna einhver result rows og þetta bara hlutur sem bara, þetta bara fylki af þessum röðum sem við fáum tilbaka þar sem hvert stak bara notendurnafni. Og þegar við erum síðan að logga okkur inn þá þurfum við að bera saman hassið þannig að breytingin miðað við hitt dæmið sú að við köllum hérna users auth og erum með callback sem tekur bara þetta hérna en testið í raun öðruvísi í þessu af því að við þurfum að byrja á því að selekta upp notandan en svo fáum við hann bara nákvæmlega eins. Bara hassið, saltið og berum það saman við við það sem við fáum inn. Þannig ef ég sendi inn eitthvað lykilorð þá prófa ég bara að hassa það með sama salti. Ef það það sama þá notandinn gildur, annars ekki. Já og hérna náttúrulega notandinn þarf að vera til þannig að við fáum ekkert result af því að sækja notandann þá það aftur hérna villa. Þannig hérna aftur með
við gefum fall, sem tekur við callbacki, sem gerir eitthvað kall, sem tekur callback, sem kallar sinni í callbacki okkar. Þannig að þannig þetta svona callback flow farið að verða svona raunverulegt. Þannig að þið þurfum að passa upp á það þurfum að gera þetta, að vera að muna eftir því. Þetta ekki að fara að keyrast línulega niður, heldur það að fara að keyra þetta asynchronously. Þetta keyrir í gegnum þessi callback. Og það sem ég byrjaði, langur inngangur að promises, þau hjálpa okkur við að gera þetta. Við þurfum ekki alltaf að vera að juggla með þessi blessuðu callback. Heldur getum við bara sagt, hérna, bara find user, then hash password, then login. En áður en við fara út í eitthvað svoleiðis sem við þurfum og ætlum svo sem ekkert að gera, þá gott að skilja hvað að gerast í bakgrunni. En ok, þannig núna erum við með þetta og við erum með þetta keyrandi hérna á vélinni minni og nú langar við að koma þessu út þannig að allir geti farið að skrá sig í þetta frábæra kerfi mitt. Þannig að þá hérna fyrsta sem við gerum hérna ef við opnum við bara í private session hérna. Við förum hérna heroku.com. Þá fáum við hérna einhverja sölusíðu og gerum svo bara sign up for free. Skráum okkur hérna. Ég veit ekki hvort að ég notaði H-e-mailið mitt og það barst ekki og ég misti þolinmæðina og notaði bara Gmailið mitt og þá hérna komið þessu skot. Þannig hérna skráum við okkur bara, segjum bara við viljum nota Node.js og búum til ókeypis aðgang. Þannig að við þurfum ekki að borga neitt eða gera neitt nema við viljum það. Við getum sett þetta allt upp, við getum sett upp gagnagrunn, sett upp hýsingu, við fáum bara mjög limited aðgang að einhverjum resursum, við fáum bara smá minni, smá CPU tíma, en við getum svona látið þetta keyra. Ef við ætlum síðan að fara að láta þetta taka við einhverjum alvöru notendum, þá myndum við þurfa að uppfara upp í einhver svona alvöru plan. En það sem rosalega gott við Heroku það að maður getur prófað sig áfram áður en maður þarf að fara að committa á eitthvað frá þeim. Ég eitthvað framið við Amazon Web Services eða? Amazon Web Services svona infrastructure as a service, þar sem að þú þarft í raun að fara að provisiona þína eigin vél. Þú þarft að segja, ég vil fá Ubuntu server, þessa útgáfu og ég vil installa þessu. Þó svo að maður geti alveg fengið svona tilbúnar vélar til þess að setja upp, þá það í raun svona eitt auka skref. Þannig að það maður svona ennþá meiri í einhverju svona sysadmin ham. Að þurfa að fara að setja inn, að þurfa að fara að SSH að setja inn. En það sem við gerum bara hérna síðan að ég bjó til hérna bara personal app og við sjáum hérna að þetta app sofandi að því leiti að hérna ef það fær ekki request á sig á einhverjum ákveðnum tíma þá slípar Heroku það, þannig að þá þegar kemur nýtt request á það þá þarf að starta þau öllu aftur upp. Þannig að þetta bara partur af því að við erum ekki að borga neitt og þá þeir svona lendum við í að fá ekki kannski bestu þjónustuna. En hérna síðan ég með eitt svona dyno og hann þessi web dyno sem keyrir npm start. Þannig að þetta það sem þetta proc-file sem við búum til hérna í rótinni lætur okkur fá. En síðan spurningin sko, hvernig komum við þá eiginlega öll þessi dótið þangað? Þá þurfum við að fara hérna í deploy og það áhugavert. Og það 20 í boði. Frábært. Prófum hérna eitthvað nýtt, eins og að búa til nýtt app bara. Vefforritin 2. Nei, en því bara enda betra. Þannig við gefum eins eitthvað nafn og það þarf að vera globally unique og svo þeir keyra á AWS, Amazon Web Services, og þeir með hérna í Virginia í Bandaríkjunum eða í Írlandi og við ætlum að keyra þetta í Írlandi, það bara betra ping fyrir okkur, styttra að fara yfir. Já, prófum hérna að lokka okkur inn aftur, fyrst að þetta í einhverju stuði. Ok.
Ok, þannig að núna er ég búinn að búa til nýtt tómt app og ég þarf að koma því kóðanum sem við erum með keyrandi hjá okkur yfir á appið. Þá eru, og þetta virkar, jás, þá eru 2 leiðir, eða 3. Við getum notað Heroku Toolbelt sem er svona samansafn af alls konar tólum sem Heroku er með og þá getum við tekið þetta úr einhverju Git repository einhver stað bara og deploya þessu. Svo getum við verið að nota GitHub og við erum búin að pussa öllum kóðunum okkar þangað og við getum tengt þetta við GitHub og látið í raun deploya þaðan eða við getum tengt þetta við Dropbox sem er ferlega þægilegt, þannig að þá ætlum ég bara að gera það. Connect to Dropbox, þá byrjum við hérna, herðum, ok. Svona, svo þurfum við að bíða hérna meðan ég fæ two-factor authentication. SMS, sko, kemur hérna. Er ekki allir með kveikt á two-factor authentication á Dropbox og Gmail hjá sér? Ef þið eru ekki með það, þá skulle þið skoða hann helgina og það er allt brotið og kveikja á því, af því að það hérna það passar ykkur fyrir því að einhver fara að ræna aðgöngunum ykkar. Ok, ég er allavega skráður inn. Svona, ég ætla að nota persónulega Dropbox aðgangi minn. Þannig núna tengir hann við API-in hjá Dropbox, tengir appið mitt við og núna er komið hérna mappa á tölunni minni sem heitir Dropbox Apps Heroku. Þannig að núna ætla ég að opna Dropbox Apps Heroku og hérna er ég bara með eitthvað, bara tóma möppu. Þá segir hérna, to prepare a new version of your app to deploy, edit your files in this Dropbox folder, once you're ready, deploy them below with a commit message. Þannig að þá þarf ég bara að taka kóðan minn, koma honum hingað og síðan smella hérna og segja deploy. Þannig að gerum það, opnum hérna nýjan glugga. Hoppum inn í dæmið, hvað sem við erum að gefa það er einhvers staðar. Við erum hér og þá ætlum ég að taka allt hérna. Ég er ekki að taka node modules af því að dependency-inu okkar er alltaf sett upp af því að við erum explicitly að segja hvað við notum. Þannig að nú tek ég hérna og sleppum líka þessu. Þannig að við tökum allt þetta og ég bara debug, og svo. Já, þetta er bara npm debug, þetta er bara að því að ég lenti ykkur vandræðum að setja upp eitthvað pakka. Þannig að þetta er bara frá npm. Þannig að ef þið fáið svona villuskilabóð, this is probably not a problem with npm itself, but the package xxx, þá fáið það í þessu. Þannig núna er ég búinn að setja þetta hérna inn í Dropbox folderinn. Þá segir ég bara hérna, initial load deploy. Þannig að þá sækjum kóðan frá Dropbox, keyrir síðan hérna, að þeim veit að þetta er hérna Node.js, keyrir npm install, keyrir síðan proc-fælinn til þess að hérna búa til dynoin og startar appin okkar. Þannig hérna sjáum við, hérna er hún að installa öllum dependency-unum. Það gekk og your app was successfully deployed og svo gerum við view, en þá lendum við síðan í einhverjum vandræðum hérna. Þannig núna er ég bara komið með hérna webforwarding2.herokuapp.com og þetta keyrir að við erum með nákvæmlega sama og við erum að keyra á okkar eigin hérna á minni vél. Öll rátin svara og þetta er bara allt frábært. Nema náttúrulega núna hvað gerist ef ég keyri eitthvað svona. Þá fæ ég bara eitthvað villa við útbúið notanda. Þannig að það er út af því að ég er náttúrulega ekki með neitt gagnagrunn til þess að geyma þetta í. Þannig að þá er hérna annað sem er alveg frábært við Heroku er að það er alveg gomma af svona add-ons. Og ég ætla bara að finna hérna Heroku Postgres. Ég fæ hérna ókeypis útgáfuna, þar sem við getum sett inn einhverja 1000 ró og eitthvað ákveðið stóran grunn. Provision, þannig að þetta er búið til. Og nú er ég komið með Postgres grunn. Og hann er hérna, bara tilbúinn fyrir mig til að nota.
þá náttúrulega hvernig sé ég nota hann? Jú, við fáum hérna í config, hérna undir settings, config variables og þarna allar environment breyturnar sem við erum að nota. Þannig hérna ég með database URL, nákvæmlega eins og ég með database URL. Þannig að þá þetta hérna, Postgres 3.skástrík, við bara kópirum þetta hérna. Þá þetta í raun gagnagrunnurinn minn hérna á þessu porti, hýstur hérna hjá AWS, einhvers staðar hérna, EC2, bara eitthvað West 1 í EU, username og passwordi sem við erum með. Og þannig að þetta það sem appið mitt mun núna reyna tengjast, en samt þurfum við síðan að koma gagnagrunnum einhvern veginn þangað. Og þá eiginlega svona beint af augum að taka bara þennan streng og fara hérna og tengjast bara við þessa útgáfu. Þannig að núna var ég búinn að gera þetta, þannig í staðinn fyrir að fara að gera það því ég þarf að smá handavinna og lítill tími, þá ætla ég bara að opna hann aftur hérna. Hérna fæ ég reyndar að ég er með einhverja eldri útgáfu og það getur verið að ég lendi í einhverjum vandræðum, en ég sett mig við það. Og svo hérna fæ ég bara einhverja gommu á einhverjum gagnagrunnum. Það hægt að gera þetta á auðveldari hátt, en þetta svona, þó að þetta sé smá maus, og þetta svona eiginlega besta almenna leiðin, þó þau getið kynnt ykkur aðra leiði til að gera þetta eins og nota bara command line tólið sem í Heroku toolbelt. Og svo þetta búið til svona skriftu sem prófið svona grunna og þetta gera alls konar. En hérna ég með þennan gagnagrunn sem á hinu Heroku appinu. Þannig að það alveg eins, nema ég bara búinn að setja upp þennan grunn og þá hérna nákvæmlega sama, ég bara með einhvern annan gagnagrunn sem var provisionar fyrir mig. Og hér ég búinn að fara og ég tók bara töfluna sem ég var með locally hjá mér og ef ég smelli hérna á hana, þá fæ ég hérna create table skipunina, kópiraði hana, fór bara hérna SQL og þetta ennþá eitthvað bölvavesen á þessum, en þegar hann hagar sér þessi, þá fæ ég bara, get ég pistað þessu inn og bara run SQL og þá bara verði til taflan og þannig gerði ég hana bara hér og hún í raun með bara eins gögnum og einhver kominn og mættur á staðinn. Þannig að þá get ég opnað þetta hérna, farið hingað, út í notanda og logga mig inn. Þannig að núna ég kominn með þetta app sem ég smíðaði á tölvunni minni, að nota Express, nota Node.js, nota einhverja pakka og bara svo lengi sem ég nota bara npm install save, ekki save def, af því að það mun ekki vera, þú veist, það save fyrir development, save bara save fyrir bara production. Þannig að svo lengi sem ég geri það, þá get ég gert og keyrt upp það sem ég vil. Og svo ef að þessi litla hugmynd mín hér, þetta kerfi, ég held áfram sveittur hérna helgina að forrita einhverja brjálæðislega cool virkni og verð síðan mjög, það bara fyrir að virka geðvægt vel, þá get ég bara farið hérna og ég get bara gert hérna upgrade. Þá get ég bara farið hérna upp í professional, $25 á mánuði og þá ég bara komið með í raun keisluumhverfi sem bara á pari við það sem að keyra Netflix. Þetta bara, Netflix keyrir á AWS. Við getum keyrt þetta bara á sama. Við erum bara að keyra þetta á sama infrastruktúr. Við þurfum bara að borga fyrir það. Og svo vil ég fá eitthvað hérna logging, hérna eitthvað log entries. Við viljum fá eitthvað meira, við viljum fá tengingu við alls konar, þá getum við farið bara hér og ég get bara installa fullt af dóti sem bara væri, ef við ætlum að fara að gera það sjálf, SSA okkur eitthvað inn og installa einhverju dóti, væri bara ferlega mikið vesen. Hérna fæ ég bara alls konar dót, bara hér bil gefins. Og bara, þetta ég hef aldrei unnið með jafn þægilegt umhverfi og Heroku með. En, þetta gott í dag, þannig að ég hvet ykkur til þess að taka snúningu á þessu núna helgina
ég ætla að henda inn þessu demói sem ég er með og þið ættið þá að reyna að geta provisionað ykkar eigin dóti bara með því að fylgja þessu skrefum sem ég tók. Annars bara heyrið í mér, gerið þetta fyrr en seinna af því að það er eitthvað vandræði eins og það kannski lent í með NPM eða Gulp eða eitthvað svona. Það er betra að hafa smá tíma til þess að, smá buffer til þess að finna út úr því. Já, þetta eða eitthvað annað. Ef að þið hafið einhvern annan, ég meina, það er að keyra þetta að það eru fleiri svona þjónustu til. Bara, finnst Heroku frábært, þannig að ég nota Heroku. Og til þess að geta fengið einhverja slóð. Þannig að þá eru þið búin að prófa og þá eru þið búin að loka þessum hring. Þá getið þið gert allt. Þið getið búið til eitthvað eigið app og deployið þið fyrir alheiminn. Það er fyrir næsta og senasta.